Ólöf, þau eru búin að jafna einvígið, lendið 2-0 undir og staðan orðið 2-2. Þetta er á leiðinni í oddaleik og saga leiksins í kvöld er að, já, það var smá skjálfti í ykkur framan af en svo smallit allt í síðari. Hvað gerist þar? Ég er bara ótrúlega stolt af stelpunum mínum fyrir að gefast aldrei upp og þú veist, þó að móti blási, þá hafði alltaf trú á verkefninu og ég líka, ég hafði alltaf trú á þeim og hver sú sem var að koma inn á í seinni hálfleik sérstaklega kom inn á bara með sjálfstraust og við vorum að taka rétt skot í seinni hálfleik, náðum að fínpússa sóknin okkar og þá small þetta, við höfum alltaf trú á verkefninu og við klárum þetta, þú veist, þetta er ekkert búið fyrir en bjallan hringir sko. Væri nokkuð ósanngjarnt að manni að segja að Lukic þrennan hafi gangsett svona þetta comeback hjá okkur? Hvað var með þrennu? Ég veit það ekki eins. Nei, síðustu þarna 3 ár. Já, Lukic, auðvitað. Þær voru geggjar, nákvæmlega. Þegar þrennan var inná á sama tíma, það var bara magic og það, í alvörunni það breytti stemmingunni, sko. Aðeins svona þínar svona pælingar fyrir oddaleikinn, hvað erum við að fara að sjá þar? Það er búið að vera 4 leikir í stór skák núna. Hvað kemur í oddaleikinn? Það verður vonandi eitthvað nýtt og skemmtilegt og við erum eftir að koma óvart, þú veist, við erum ekkert eitthvað að þykjast vera betri en aðrir. Við komum bara til að spila okkar leik og við gerum það bara og komum í leikina með auðmýkt og við berum virðingu fyrir andstæðingnum og okkur sjálfum og höfum trú á verkefninu. Það er bara þannig. Mér finnst við verum með betra lið og þegar við erum vel stiltar þá smellar allt saman. Til hamingju með sigurinn, vegna ykkur vel í framhaldinu. Takk.